Ungmennafélag Langnesinga hefur farið í mikla uppbyggingu á síðustu árum bæði á allri aðstöðu og innra starfi. Miklu skiptir að Langanesbyggð hefur tekið á með félaginu þegar kemur að fjármögnun við uppbygginguna. Þátttaka barna og unglinga hefur í kjölfarið stór aukist. Ungmennafélag Langnesinga stendur náttúrulega bara fyrir hreysti og heilsu og stendur fyrir, við höfum náttúrulega aðalega verið með fyrir ungmenni og höfum verið með 3 íþróttagreinar þar og höfum verið mikið undanfarin ár í fótbolta og frjálsum og blakið að koma sterkt inn núna með nýjum þjálfara. Þannig að það svona við höfum alveg aðeins tekið líka yngstu krakkana, leikskólakrakka og eldri borgara og vorum með það í fyrra. Þannig að við viljum bara hreysti fyrir allan aldur. Hvernig aðstaða til íþróttaiðkunar á Þórshöfn? Aðstaðan bara fín. Við höfum náttúrulega þetta fína íþróttahús sem hér og sundlaugina við og við erum að byggja upp með fórum núna byrjum fyrir rúma ári síðan eða 2 í samstarfi við Langanesbyggð þar sem við erum að byggja íþróttasvæðið hérna úti. Þannig að við höfum fínustu og bara búin að hafa í mörg ár þetta íþróttahús hérna fyrir inni en útiaðstaðan hefur ekki alltaf verið svo besta. En síðastliðið sumar þá vígðum við spjótkastbraut sem við fórum í samstarfi við Langanesbyggð bæði. Við erum búin að gera kúluvarp, kringluvarp og spjótkast og það var vígt í sumar. Fengum hana Erlu Rós spjótkastarinn okkar til að vígja hana og svo svona framtíðarsýn á útisvæðinu og vonandi næsta sumar förum við í hluta númer 2 sem 100 metra hlaupabraut, nokkrar brautir ef það tekst. Þannig að þetta alltaf upplið. Hvernig með þjálfara? Flókið að fá þjálfara? Það hefur gengið upp og ofan að fá þjálfara en í þessu samstarfi sem Langanesbyggð ungmennafélagið fór í fyrir 2 árum þá var þetta svolítið stóra verkefnið okkar að fá til okkar menntaðan einstakling og þá voru við líka svolítið að hugsa til framtíðar. Þetta hefur pínu verið að ráða frá önn til annar en með smá átakið þá fengum við þjálfara, hann Sigurbjörn og þannig við erum komið með fastan þjálfara sem í cirka 50% vinnu hjá ungmennafélaginu á móti 50% vinnu hjá sveitarfélaginu og þetta skiptir bara öllu máli, bæði náttúrulega bara til framtíðar, hann sér styrkleika og veikleika hjá hverjum og einum og getur bætt við og byggt upp þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli að fá svona einstakling til okkar. Og sjáu það bara strax í iðkendafjölda? Já, bæði iðkendafjölda og kannski líka bara svolítið gæði æfingan. Hann kemur meira, auðvitað menntaður þó svo allir hafi reynt sitt besta sem hafa verið og staðið sig gríðarlega vel að þá kemur hann auðvitað með menntun og annað líka inn sem að skipti bara miklu máli og nær gríðarlega vel til barnanna og hann kemur sterkur inn í blakið þannig að við byrjum að það fyrra með mjög fínni stelpur sem var að þjálfa og þannig að það hefur aukist svolítið í því líka þannig að bæði hefur aukist náttúrulega aðeins fjöldin á æfingum og gríðarlega aukning hjá yngstu krökkunum. Við byrjum með það sem heitir íþróttaskóli sem hann kemur og það bara ótrúlega gaman að segja fyrir því að það hvert einasta barn í 1. til 4. bekk að æfa hjá honum. Þannig að það mjög gaman. Hvernig hafið tekist á við svona brottfall í íþróttum? Þið með einhverja stefnu í því? Ekki kannski, þetta kannski einn liður í því að fá svona þennan einstakling sem kann meira í þessu þannig. Það hefur náttúrulega verið pínu hjá okkur brottfall þegar komið upp í eldri og en þetta svona pínu liður í því og við vonumst til þess að þau sem eru yngri í dag að þau haldi áfram upp með þessu Hver svona stærstu áskoranirnar sem að ungmennafélög svona almennt standa frammi fyrir út á landi? Það náttúrulega vegalindin. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3. Það við þurfum náttúrulega að keyra rosalega marga kílómetra til að sækja okkar Þannig að við til dæmis tókum þátt bæði við erum búin síðastliðin allan 2 ár verið í Íslandsmóti í fótbolta og það alltaf töluvert lengra að koma til Þórshafnar heldur en að fara frá. En það auðvitað svolítið, en við höfum bara átt ótrúlega öfluga foreldra. Við höfum verið bara mjög heppin og við höfum eins og í fótboltanum fórum í samstarfi Einherja sem var ennþá meira akstur, að keyra og samhæfingar þangað og annað. En það auðvitað svolítið, við erum svolítið langt frá.
og það mér finnst samt áskorunin var líka svolítið þetta þjálfaramáli, nú erum við búin að leysa það og þannig að okkur tekst það sem við viljum, það sem við ætlum að gera, það bara svolítið svoleiðis sko, en við þurfum að hafa svolítið mikið fyrir hlutunum.